Já, hver svona fyrstu viðbrögðin eftir þennan leik, tap gegn Skaganum á Akranesi? Sko við náttúrulega mættum ekki til leiks til að byrja með. Við erum með 17 turnover og við erum ekki hitt að neitt. Þannig að við erum með 23 stig í hálfleik en strákarnir voru greiðir fyrir seinni hálfleikinn. Komu grimmir og ákveðandi leiks og sýndu svona aðeins hjarta. Ég var ánægður með það og vonandi bara förum við það í næsta leik. Sko það var alveg ótrúlega lítið stigaskor í hálfleik hjá báðum liðum. Hver getur verið ástæðan fyrir einmitt þessum töpuðu boltum báðum megin og voru það varnirnar eða var það stress? Sko ég skil ekki alveg út af hverju við vorum að tapa svona mörgum boltum og ég átta mig ekki alveg á því út af hverju menn ættu að vera stressaðir. Því þetta er annar leikurinn, við ættum nú að vera þokkalega svona í þægilegum málum þannig 1-0 yfir. Við hefðum frekar átt að vera stressaðir í fyrsta leik. Þannig að ég skil ekki alveg út af hverju menn ættu að vera stressaðir. Ég held að menn hafi kannski verið full værikjarir og kannski meiri pressa á og þeir hafi kannski, að vera smá stressað með. En sko það stefnir í hörku seríu, báðir þessi leiki búin að vera hnífjafnir svona mestan hluta af leikjónum. Sérðu þetta breytast í næsta leik og fjórða leik? Nei, þetta er bara stál í stál, bara gaman. Þetta er bara eins og þetta á verðurinn. Ég meina þeir voru í 5. sæti við öðru, en það skiptir engum máli þegar komum við í play-offs. Við erum með heimavöllar réttin en vonandi skila það, en sjáum bara til. Heldur að, eru þið að fara að breyta eitthvað ykkar leik, skilur við, eða eru við bara að halda bara sama gameplani og treysta á það út þessa seríu? Við ætlum að breytum töluvert síðan í síðasta leik og mér finnst það að virka ágætlega. Ég meina þeir voru ekki að skora mikið, en á móti kemur við vorum ekki að skora heldur mikið. Og við vorum kannski full fljótferðir, sóknarlega, sérstaklega í fyrri hálfleik. Og vantaði að láta boltann aðeins vinna fyrir okkur. Takk fyrir þetta. Takk.